Þá ætla ég að reikna út hérna varmamótstöðu og einangrun eiginleika útvegs. Þessi er með 2 cm múrhúð, 16 cm styrtan vegg, 12 cm fröðplast og múrhúðin 2 cm hérna. Og þetta er bara þykktin hérna í þessum dálk. Svo þurfum við að fylla út hérna varmaleinitöluna. Þannig að múrhúðin fengi til dæmis töluna 1,2 vött á metri kelvin og það er rauninni deilingamerki hérna á milli. Þannig að það væri þá 0,02 deilt með 1,2 og við styttum töluna og þarf ekki að vera svona löng. Það er kannski 0,017 þá námyndað. Steypan, það er aftur 1,95 deilum og þá fáum við 16 deilt með 1,95 og þá kemur aftur mjög lítil tala sem að sjáum það að hérna varmamótstaðan í steypu og múr er mjög lítil. Svo kemur aftur efni sem við ætlum að einangra með. Það er mjög lága tölu hérna í varmaleiðinni, 0,04 og sem skilar þá aftur hárri tölu í mótstöðunni, 3. Og múrhúðin, það er sama þykkt þannig að við getum 1,2 og fáum við sömu tölu hérna, 0,017. Þá er þetta bara lagt saman hérna og fengið R samtals og það er leiðrétt hérna fyrir kyrrt útiloft og inniloft. Byrjum á því 0,13 pluss 0,017, 0,082, 3, 0,017 og 0,04. Út úr því kemur 3,2 og námyndum þetta í 9. Og til þess að fá auðgildið sem er gefið upp í byggingarreglugerð og þá gerum við 1 deilt með þessari tölu. 1 deilt með 3,29 og út úr því fáum við 0,30. Og þá er þetta að fara með þessa tölu í byggingarreglugerð og leita er þetta í lagi samkvæmt reglugerð. Ef ekki þá þurfum við að þykkja hérna einangrunina væntanlega.